tillagan gerir sjálfsagt ekki ráð fyrir því að gera bólusetningar skyldubundnar fyrir alla, heldur að einmitt setja þetta inntökuskilyrði á leikskólana. Tillagan var felld og auðvitað ég mjög vonsvikin með það, en maður gat nú lesið svolítið milli línanna svona á umræðinni sem hafði verið í aðdragandanum að þetta yrði fellt. Þannig að núna kannski ástæða til þess að svona rýna eins í hvort það sé hægt að finna einhverja aðra leiðir, einhverja mildari lausnir sem þetta komast þeirra saman Í framhaldinu sömuleiðis fylgjast með þessum mislingafaraldri í Evrópu, fylgjast áfram með tíðni bólusettra barna á Íslandi eða þessari tölfræði. En auðvitað, ég vonsvikin. Já, en þessu var kannski svolítið á haus. Kári Stefánsson skrifaði grein í Fréttablaðið þar sem að hann sagði að þú værir orðin sem sagt forræðishyggjukonan, vinstrikonan sem vildi skylda bólusetningar og leikskólabarnið Líf Magnúðardóttir VG vildi það ekki. Já, sko í fyrsta lagi þá tók Kári undir tillöguna sem ég þótti áhugavert þar sem hann svona virtur læknir og vísindamaður en einmitt hann talaði eins og hann væri sósíalísk sko. Ég viðurkenni að ég fór í gegnum ákveðin svona hugmyndafræðilegan þangagang áður en ég bar upp tillöguna. Hvort hún samræmdist hugmyndum mínum frelsið. En frelsið nú almennt svona háð þeim fyrirvara að þú skaðir ekki aðra þannig að mér fannst hún alveg falla undir það. Að þarna væri með svona kannski fórna minni hagsmunum fyrir meiri